En það komið að aðalgestur mínu hér í kvöld og það oft þannig með þessu þekkta fólki í litlu þjóðfélagi að fólk heldur að sé einhvern veginn öðruvísi kannski heldur en það og það kannski dæmir það og heldur að sé svona og alls ekki hinsegin og svona. En hvað það að mér fannst tímabært að við kynntumst ákveðnum manni sem að ég til dæmis hafði ákveðna skoðun á fyrir nokkrum árum. Ég þekkti hann ekki neitt og hann heitir Heiðar Jónsson og snirtir. Bjóðum að velkomin Heiðar Jónsson. Góður sæll Heiðar. Góður sæll og Hermann. Velkomin. Takk. Ég vissi bara ekki hvernig ég átt að kynna þig. Nei. Ég vissi ekki neitt. Það nú ábyggilega svolítið erfitt eftir allt sem það búin að ganga í gegnum. Já, ekki. Heiðar, en það kærkomið og ég þakklátur fyrir það. Við höfum hist, byrjar að kynnast. Hver Heiðar Jónsson? Ég Kristbjörn Jóhann Heiðar Jónsson. Já, fullt af vatni bara. Já, og það allt ömmu að kenna. Já. Þetta var svona svolítið syndsamlegt hvernig ég kom til, svona í sveit í gamla daga og það semst vinnukonun og sonurinn á bænum sem eru sökudólkarnir og amma mátti ekkert vita þetta lengi og hann var alltaf að dreyma alltaf þetta fólk sem var veikt. Kristólín og Björn og Jóhönnu og Heiða frænka var með berkla, hún var upp á Vífilsstöðum og svo þegar þetta kom í ljós þá var presturinn á staðnum fenginn til þess að sem sagt koma þessu öllu saman og amma stjórnaði því öll þessi börn nöfn sem sagt kom á mig og Heiða, þá komu sem sagt sýklalyfin, þá kom pensilíni þannig að Heiðu batnaði og falleg og glæsileg kona enn þann dag í dag. Ég held að Kristólína hafi dáið, Björn lifði miklu lengur og Jóhanna fékk einhvers konar yfirnáttúrulega lækningu þannig að amma trúði því alltaf verið eitthvað úr mér. Og Heiðar sprelllifandi. Já. Þetta Heiðar Jónsson. Já. Æsku árin þín. Já, það voru líka svolítið sérkennileg vegna þess að sko amma tók upp á fleiru. Þessi vinnukona sem var þarna á bænum, hún kom með lítinn dreng með sér á bæinn, þannig að ég var annað barn með hana. Og pressinn sem skýrði mig þarna hálfgerða skemmri skýrna því að hún pjástus lítill víst, að hún vildi eignast lítið barn. Hún vildi ekki þennan strák sem var að vera 2-3 ára. Og mamma var orðin sjúklingur og dó stuttu seinna. Þannig að amma tók það ákvörðun að gefa mig en ganga þessum hálfbróður mínum í móðurstað án þess að vera sem sagt nokkuð skyld honum. Og gerði mér það ógurlega grikk að Sigurgeir Hilmar Friðþjófsson, hann hálfbróður minn, hann sonur ömmu minnar og hann föðurbróður minn. Herðu, nú skulum við staldra við. Við skulum sleppa ættfræðinni og fara yfir í æsku árin. Þú elst upp á Staðastað hjá presshjónunum þar, séra Þorgrími og frú Áslögu, sem gengur mér fullkomlega í föður og móðurstað og ég var þarna mikið dekurbarn. Nú þetta var svolítil einangrun fyrir barn. Faðir minn var með skóla sem var oft fólk sem hafði kannski ekki gengið voðalega vel í skólalífinu og þurfti að fara svona einhverstað þar sem var kyrrð og meiri ægi. Ég var langt yngstur þannig að ég fekk svona brennivínstundu þegar strákarnir voru smiklað inn svona 6-7 ára. Ég reykja svolítið svona 8 ára og svona, maður var svona að fylgja svolítið með þessum úlingum. Ég frétti þér að þú hafi verið talsvert vendaður af þínu systrum, eldri systrum. Já. Ég sko þegar maður kemur inn á svona heimili þá það þess að mamman sem vill mann og svo voru gífurlega fagrar fóstursystur 3 en einn fósturbróðir 9 ára sem ég tók náttúrulega prinstitilinn af og presturinn gerði þetta fyrir konuna sína. Allt saman? Já, allt saman. Þannig að í byrjun þá fannst mér karlmenn eitthvað óskaplega leiðilegt og eitthvað sem ég hafði engan áhuga að hafa neinn samskipti við. Þær héldu alveg hirði í kringum mig. En heimsmaðurinn, hann kemur fljótlega fram í þér ef marka má ummæli fólks leikina, bátaleikina til dæmis. Þið voru í bátaleikjum 7 ára. Það var ekki svona fiskibátar hjá mér. Allir með fiskibáta litla en þú varst með farþegaskip. Ég var með farþegaskip og þú myndir mig einmitt á það þegar við vorum að tala saman hérna fyrir þáttinn og ég var búinn að stengla með því en Elísabet Taylor hún dó á einu skemmtiferðaskipinu, hún drukknaði. Þú varst með farþegalista yfir alveg. Þetta var kóngafólk, þetta var allt saman kóngafólk og frægt fólk, filmstjörnur og svona. En þú sýndir snemma svona listræna tilburði, var það ekki? Jú, ég teiknaði kjóla. Þú teiknaði kjóla? Já, byrjaði snemma á því.
Svo var ég svolítið óvinsæll í sveitina því að þar var ein kona, hún Stína heitin í Koti, hún saumaði á konurnar og ég sagði stundum við kannski einhverja konuna sem kom til kirkju að þessi kápa hefði nú verið fallegri á Fjóla og Bláfeldi og svona var farin að gagnrýna. Það kemur lita skynið þitt alveg fram. Alveg. Og hvað varst ekki litin hotnauga þá bara af strákunum sem var að skvettast í fótbolta og rugla hallan nesinu? Ég hef grunum að ég hef kannski farið eiginlega yfir þau mörk, að ég hef verið svona í ímyndinu svona frá því gamla daga, þá held ég hafi verið það skrítin að fólk bara, þú veist. Nei, og þetta öðruvísi að þú ert, ég vil meina, náttúrubarn og heimsmaður eftir því sem ég kynst þér. Ég vil svolítið fá það í gegn hér í kvöld þegar. Nú þú kemur ungur til höfuðborgarinnar. Hvað gamall? Ég er 15 ára þegar ég kem hingað. Og þá ferðu að vinna? Ekki á góðeinu saman sko, því að ég var náttúrulega engin búmaður, mér þóttu að vænt skepnurnar, ég fekk ofnæmi fyrir kúnum. Þannig ég varð að fara bara til Reykjavíkur og vinna fyrir mér. Ég ætla að hlífa þér að vissu marki hér í kvöld, Heiðar. Ég ætla ekki að fara nánar út í þessa ættfræði eða hver hann væri þessi Heiðar. Því ég veit þú ert hlédrægur. Ég veit það. Ég veit það. Já, ég er búin að komast að því, það er Brynja. Þú hleypir ekkert öllum að þér. Nei. Svona sjá hvað vinniðinni segjum þig. Horfðu núna. Já. Heiðar líka, ég held að Heiðar sé meistari við að fara eftir svona reglu sem að Jean Cocteau setti fram. Sem að hinn greindi maður, hann veit akkurat hve langt hann má ganga ofurlangt. Já, hann segir bara nákvæmlega það sem hann meinar. Og það er alveg sama hvað hann segir við okkur, hvort það segir eitthvað jákvætt eða neikvætt. Við tökum því alltaf vel. Sko það er oft þegar maður er búin að fylgjast með fólki svona fjallag, kannski dást af fólki og fjallag, að þá, þegar þú kynnist í nánar, þá verður stundum fyrir vonbrigðum, að þetta er ekki eins og þú varst búin að ætla að þetta væri. En maður var ekki fyrir vonbrigðum þegar maður kynntist Heiðari. Það er eitt orð yfir hann er yndislegur. Hann hefur nú alltaf verið svolítið sérkennilegur, það fer ekkert á milli mála. En það sem mér finnst svo skemmtilegt við Heiðar að hann hefur svo óvenjuleg áhugamál, til dæmis. Nú eins og sá fjólum og kaupa brennur og svona í sinni frítíma. Hann vildi alltaf vera einn í fjósinu, í flórnum, og hann var ekki bara að móka skít, hann var að taka þessar ítölsku aríur sem ómuðum allar sveitir. Nei, hann hélt það. Og einu sinni þegar konu biði inn í stofu eftir að þetta farið í kirkju, þá sagði hann einan, getur ljóti skór sem eru því, en ég geti trú að vera gott að ganga á þeim. Ég eiginlega nefndi ekki að tala við hann sko, til að byrja með mig fannst hann bæði skrítin og leiðilegur. Náttúrulega eitt sem að gerir Heiðar óþolandi í mínum augum. Og það er? Og ég er náttúrulega óþolandi í hans augum fyrir það sama. Við tölum bæði hræðilega mikið. Já, ég man eftir því að það hefur komið fyrir einu sinni að tvisvar að við höfum sungið saman rússnesk þjóðlög. Það verður svolítið háð þessum söng að við höfum hvorugur haldið laginu að kunna rússnesku en við höfum búið til svona rússnesk hljóð og haft gaman að því að syngja það. Að vísu hefur það kannski ekki líka jafnvel á næstu borðum og þeim veitingastöðum sem við nú stattir og þá og það sinnið. Á sveitaböllum þá er engin kynslóðaskipti og Heiðar fór þangað ungur 10-12 ára gamall og byrjaði að dansa og dansaði við dömurnar og við fullorðna jafnvel á meðan við strákarnir sátum út í horni eða hímdum út undir vegg og öfunduðan kannski af þessari fótament. Og hann er meira að segja svo mikill brennuvargur skal ég segja þér. Ég veit til þess að hann hefur stólið rusli frá öðru fólki til þess að geta brennt. Það er að krýta liðugt annars lagið en það er ekki lagið. En að vera með honum í fjölskyldubóðum og ættarmótum þar sem að fær þessar fínu frúr til þess að veltast að hlátri og hann er svo skemmtilega klæminn. Hann er mjög skemmtilega klæminn. Já. Nefndu mér einhverjar skemmtilega sögur úr ykkar samstarfi nú að unnið saman. Það er alltaf bannarinn og nátján. Já, ég hef alltaf skilið hann held ég. Og ég held við höfum skilið hvort annað mjög vel bara gegnum tíðina. Og það sem ég finnst gott við hann líka er það að við getum hlegið svo mikið saman. Og þegar ég opna þá blasa bara pöttur við náttúrulega innan eggin og allt morandi í pöttum og þetta er skriðast út allt svo að eggjabakkið þeytist upp í loft og þarna verða öskur og læti nema Heiðar tekur sér til og steppar bara ofan á allir pötturna þar sem það eru að reyta út allt.
Já, við tökum nú alltaf dans saman ef við hittist til dæmis á skemmtistöðum eða það sem við erum að vinna saman, þá dansum við alltaf. Af hverju dansið þið alltaf? Það er svo gaman að dansa við hann Heiðar, það dansar enginn eins og hann. Hann hefur þann hæfileika sem ég hef aldrei séð hjá öðrum að hann sér alltaf eitthvað fallegt og eitthvað gott við hverja einustu persónu. Kannski sem við, allavega ég sé ekki, en Heiðar getur tekið, fundið einhverja punkta að þessi kona, hún er svo ákaflega falleg augu. Þegar mér kannski dótt bara í huga að þetta væri feit kona. Þegar hann fór að geta dregið til stafs, þá fór hann að teikna og teikna eins og segja dúkkulísur og dúkkulísur föt og hafði áhuga fyrir öllu sem að viðkom fötum og framkomu og vaxtanlagi og öllu sem þessu tilheyrir. Ég veit ekki, það er opbóðslega leiðinlegt að rífast við því að hann heldur áfram, jafnvel þó við rífumst, þá heldur hann áfram í svo marga daga og eftir að tuða rifrildi og niðurstöðnar á hvorn veginn sem það er. Að ég held að sé bara mörg ár síðan ég lagði af að rífast við hann. Ég segist vera honum sammála þó ég sé það ekki og svo bara ger ég það sem ég langar til. Já, þú getur náttúrulega ekki sleppt Heiðari nema að spyrja hann brúðkaupsnóttina. Ég veit að hún var mjög sérstök. Vegna þess að hann fór, að mig minnir, á traktor yfir á, keyrði Bjarkið þarna á Böglabörunum eða hvað þetta heitir nú, eða í bílinu. En þú verður að láta hann lýsa þessu. Þetta er sérstakt, mjög sérstakt. Og sérstaklega manni eftir einu tilfelli þá urðum við okkur til skammar og þá var hann að lesa fyrir mig jólaherópið á hollensku. Og hann er svo einstakur á mínu mati. Hann er svona manngerð sem ætti að stoppa upp eftir nokkra áratugir. Hann var bara á safni. Það vantar fleiri svona karakterar. Það er kannski þú og hann. Já, hvað fannst þér um þetta? Mér fannst þetta afskaplega yndislegt. Er alltaf svona skemmtilegt í kringum? Já, það er nú oft ansi létt í kringum. Þú verðist eiga mjög létta og skemmtilega vini. Já, það. Og þeir hafa nú þurft að þorla það að já, það til að vera bara þó nokkuð þungu sjálfur, þannig að ég er voðalega feginn því að það kom þarna aðeins inn á það hjá eiginkonunni en ekki hjá mitt. En eins og nefndir áðan að þáttur er kannski vinsældir og annað að þá ert ekkert mjög vinamargur, það er ekkert mjög auðvelt að komast að þér. Nei, það eru fáir og góðir í kringum. Já, en þá skulum við víkja þessu sem fólki var að segja, brúðkaupsnóttin, segðu mér örlítið frá henni, stuttum á. Já, sko, brúðkaupsnóttin, það var þannig að við vorum náttúrulega ansi blönk og ung og við förum þarna með rútunni vestur á Staðarstað á laugardegi til að láta gifta okkur á sunnudegi og fósturfaðir minn, pabbi, hann gerði það með glæsibrag. Ég hef nú alltaf verið sérvitur þannig ég lét hann vígja hringja hana fyrst áður en við höfum aldrei séð hringan og svona serimóníur. Svo þegar veislan var að verða búin þá stálum við traktornum á bænum. Ég hafði þetta alveg mitt eigið heimili þannig að það var nú ekki beint að stela. Af því við vissum að amma, Stefania, sem stjórnaði allir þessari nafnagift og hún var komin úr á eyðibílið að Krossum þar sem við förum mikið og þar þarf að fara yfir ára á fjöru og það var nú ekkert alveg fjara. Og við keyrðum þarna nýgift hjónin í fjósagallanum, Bjarki var í fjósagallanum með mömmu, ég man ekki hver ég var. Og amma hafði þann sið að það var eitthvað eftir svona lögg í flöskum eða glösum, þá heldum því oft saman, þannig að það voru svona óvenjulega blöndur. Og ég drakk aldrei mikið af þessu á Krossum og Lubbi, sem sagt hundurinn á Staðarstað, hann fór með og þetta er eina skipti sem ég man eftir að hann stökk af traktornum, af því ég hitt ekkert á vaðið á leiðinni tilbaka. Hann sinnti bara, hún leist ekkert á þetta. Heiðar, ég var að tala áðan að náttúrubarnið í þér og heimsmaðurinn. Þú ert á vissan hátt er það ekki á undan þinni samtíð ef við lítum til dæmis á starfið þitt og hvað tísku viðkemur. Eða eftir. Eða eftir. Ég hef kannski verið sá sem að gerði Marie Antoinette fallega þess vegna. Já, var ekki skrítið, þótti það ekki skrítið að kallmaður gerði snirtir á þessum tíma? Jú, það þótti skrítið. Ég held að það hefði þótti ennþá skrítnara til ég fór að sína föt líka. Já. Það fór alveg með mann. Og þá byrjar eitthvað sem að heitir íslensk kjaftasagar, ekki? Jú. Þú er ekkert farið varhluta því frekar en sumir aðrir sem við þekkjum. Sko, ég hef alltaf haldið þeim dálítið í gangi vegna þess að það lækkar svo allan auglýsingakostnað. Það lækkar. Hvernig, nú, vil ég aðeins fá meira um þetta? Já. Sko, Íslendingar, þetta er þessi yndislega þjóð, að þeir gleyma því stundum í smæð sinni
að þeir sem að eru öðruvísi, að þeir eiga kannski oft ættingja, þeir eiga börn, þeir eiga kannski eins og ég átti fullorðna foreldra. Nú á ég fullorðin föður og stjúpu. Ég á 7 systkini, þau voru lítil þegar þetta byrjaði sum þeirra. Og ég held að fólk ætti svona áður það segir sögur sem það hefur kannski ekki fullan fót fyrir. Að ekki sem sagt, ég reyna þá að grafa upp svona einstæðinga til að segja sögurnar Af því ég held að sagan særi oft aðstandandan miklu meira en þann sem verður beint fyrir þeim. Já, ég vil bara fá þig hér fram í kvöld og við þurfum ekki að eyða fleiri orðum í þetta. Álitið svona almennt á Íslandingum, konum og kallum. Við erum fallegasta þjóð í heimi. Já, það er einfalt. Já. Og sko ég hef stundum það mikinn fjölda fyrir mér eins og ég hef núna allan þennan fjölda. Þú færð aldrei þennan fjölda af fallegu fólki saman komið í einu landi. Nei. Og við erum afskaplega vel klædd á yfirborðinu. En síðan sko að því við þurfum alltaf að vera í svona mikla fötum, við förum ekkert í sundskýluna fyrir konuna í næsta hús eða neitt svoleiðis, að þá svona undirfatnaður og svona ýmislegt maður að því að ég er þessi kunnáttu maður sér þetta stundum svolítið óheppileg í gegn, eins og til dæmis þessi íslenska kona sem er með myndarleg og stór brjóst, að hún á það til að vera í allt og litlum brjósthaldara, svo hrasar hún kannski þegar hún er að koma í viðtal hérna til þín og þá eru þau 4 þegar hún stendur upp. En Heiðar, voru ekki kallmenn, ég hef stóð með einu sinna því ég var öfundað einu sinni þegar þú varst hvað þú hafði mikil samskipti við kvenmenn og konur og sérst í þýsku heiminum. Eignaðistu þá ekki, kom ekki upp einhver misskilningur vegna þessara miklu samskipta? Nei, það kom nú ekki beint misskilningur upp. Það var misskilningur var kannski aðalega ekki gagnvart karlmönnum heldur gagnvart konunum. Það er þannig sko að konur líta svo oft á mig í hóp eins og bara einn af þeirra kyni. Þannig að það stundum að ég er á bakvið og það er tískusýning og það eru allar komnar úr eiginlega hverju spjör, þá segir einn, hann Heiðar er hérna. Það skiptir engum máli, hann er svo vanur þessu. Þannig að stundum finnst þetta var svona eyðilegt svolítið kallmennsku ímynduna fyrir sjálfum mér stundum. En þú hins vegar verður svona mikill vinur þeirra, greinilega. Þú getur sagt kvenfólki galla án þess að særa. Já, og kallmennu líka. Og kallmennu líka. Er þetta ekki að breytast mikið með kallmenn til dæmis hvað varðar umhirðu og... Jú. Og svona gagnvart því sem allir þess sem ég er að gera, að kallmenn koma miklu meira inn í það dæmi. Þú vannstu í útlöndum, fyrst ákveðin atvinnutækifæri á sínum tíma. Það er ekki heillað þig? Ekki sem langtímavinna, heldur meira bara svona sem, þetta verið sambandi við förðun hjá nokkrum frægum aðilum og þá fór maður svona þegar vortískan og vetrartískan var að koma fram og farðaði í hinum ýmsu stórverslunum hér og þar heiminn. Þú ertu búin að vera viðriðin meir og minna tæplega, ég segi ekki í 40 náttúrulega, en lengi til dæmis fegurðarsamkeppni Íslands með þessu fallega kvenfólki sem þú segir, í fallegasta landi heims og það allt saman. Mér skilst að þú þekkir nöfn allra fegurðardrottninga frá 1950 í 40 ár og alveg niður í 15. sæti. Er þetta satt? Það er skemmtilegt áhugamál. Hver var fegurðardrottning Íslands 1955? 1955 var það Arna Hjörleifsdóttir, hún er eiginkona Jóhannesar Snorrasonar, fyrrverandi flugstjóra hjá Flugleiðum og hún er fyrsta stúlkan sem fer erlendis keppni fyrir Íslands hönd, hún fór á Miss World, nokkrum mánuðum eftir hún var ung í Ísland, hún var frá Akureyri. Eru þið með eitthvað dártal? 60 eitthvað? 66? 66 þá er það Kolbrún Einarsdóttir, þú ætti nú að þekkja hana, hún er í ferðabransanum, var hjá Arnarflugi. Já. Hún er 66 og 70 og bara 7. 77 er það Anna Björk Eðvars. Og það er mikið vinkona í? Mikið vinkona. Þetta er aldeilis ótrúlegt. Já, svona reyndi ég náttúrulega að læra eitthvað að mennska hópboltan en það er annað. Ég er nokkuð vissum að þú ert með hann alveg svo að reyna. Ég er með hann að reyna, já. En mér datt í huga að það geti verið gaman að við myndum reyna að bregða leik með fólkinu hérna og ég veit þú erið tilkipilegur í það og hér eru stúlkur úr Mosfellsveit og svo er, hvað er að gera þarna? Hvað er dengsi minn? Þetta er minn. Já, blessaður, ekki trufla núna. Ekki trufla núna. Ég er nefnilega með leik.
Ertu með leik? Já, alveg glæniðan leik sko því ég bara bjóð til tjónum sko. Nei, við skulum ekkert vera með leiki núna, Dixi. Jú, sko, þú, eins og þú tala um að létta með leik. Þetta alveg, já. Ef ekki aðeins, ef hann er fljótur aðeins, ef ekki aðeins, sæll og bless. Dixi? Já, mér finnst allt í lagi þú. Já, finnst ekki alltaf að fara í svona leik? Já, það styttir tímar að koma, hvað er það? Hvað á að gera? Þetta er alveg glæniðan leikur, þetta er mjög, ég skal lofa því að þetta er mjög skemmtilegur leikur. Já, viltu ekki bara taka þátt í þessu? Já, ef að þú myndir til dæmis helst ekki að vera með leikina núna. Jú, til dæmis að binda bara, vilt þú binda? Já, við komum þá neyra á gólfið. Já, kemstu vel að ganga hérna, bara að stólanu hérna, þetta er tilbúið saman. Kemstu vel hérna og ef að þú myndir til dæmis binda, og ég setjast í stólinu. Nei, það kemur svolítið í ljós sko þegar búið að binda fyrir augun á hann. Já, það má ekki sjá sko, ekki nokkuð skapað. Ekki þetta sjást. Þannig bara það. Við erum farið í skollaleg. Já, þetta er hálfpartið svona skollaleikur en samt ekki alveg skollaleikur. Þetta er svona hálfgerð svona lappaleikur. Já, þetta gæti dottið. Við erum að setja þetta hér upp á nætt. Já, þú eru að... Svona? Ekkert svindl, sko. Nýta þetta mjög vel hefði minn. Já, bara fast. Bara fast hefði minn. Já, greiðum við bara eftir. Greiðum við bara eftir. Og svo segir þú hvað? Og hvað á að gera? Síðan ætlum ég að fá hérna kvenfólk í stólinn. Já. Og að því við Heiðar, sko, við þekkjum eiginlega alla, sko. Ég þekki voða marga og ég til dæmis, ég ætla aðtöku að hann þekki kvenfólk með því að koma aðeins í lappirnar aðeins bara. Já. Og eitt sem var að muna Heiðar minn, ekki fara upp fyrir hjáskeljarnar. Nei. En ég skal þá bara finna 3 konur. Fundu bara 3 konur minn. Já, hvar á ég að finna það? Bara í salnum til dæmis. Á ég að finna þær? Þið ekki fundið ykkur 3 hérna? Nei, ertu ekki með einhverjar? Þú þurftur að vera með eitthvað fólk með þér. Auðvitað er ég með þeim. Heyrðu, ég bara fer á nægið. Já, gerðu það. Bíðið þið bara, Jörnsson að komast þar mínu. Þetta er nú hérna... Ekki láta heyri í ykkur, þá fattar maður kannski. Hemmi, er þetta ekki svolítið óvenjulegt að menn hérna séu í sjónvarpsútsendingu og sjá ekki neitt? Og sjá ekki neitt í sjónvarpsútsendingu? Jörnsson að koma hérna fram fyrir. Hérna, já. Hérna sita þeir í röðin, sko. Og svo niður á annan hér, er það ekki? Hérna er svo fyrsta, svo bara ferðið niður á annan hér, sko. Annan hér, byrjunum við. Er þetta svo fyrsta? Já, aðeins neðar, ekki svo. Á hann að þekkja konur það? Hann á að þekkja konur það bara að koma við, sko. Byrjunum við. Það er hún í háum hælum, já. Er þetta ekki skemmtilegur leikur? Þetta er svo skemmtileg. Eitthvað kannast ég nú við. Á ég að skjóta strax? Já, gjör svo vel. Ég ætla að giska á Halldóru Björk. Já, það er nú ekki alveg rétt. Þá fer ég yfir á næst. Gjör svo vel. Bara yfir á næst. Það er aðeins lengra. Það er langt á milli þér. Aðeins. Og þetta er sérfræðingur okkar. Hárist. Hárist, já. Það er nú ekki marga sem geta verið í sléttbotnum. Hún er að rista ættinni kannski. Ekki marga sem geta verið á sléttbotnum, sko. Hávaksin. Hávaksin, já. Ekki Ía Birgisdóttir ekki í Ameríku? Jú, það ekki. Þetta er svolítið lögum klína. Var ég langt á hana? Ekki fyrir nýja. Nei, við erum passið það. Var þetta ekki svolítið lögum klína? Jú, þetta var mjög lögum klína, sko. Nú skulum við kíkja hérna inn. Aðeins lengra. Aðeins lengra hérna. Já. Hér og þá nægi, já. Það myndur nú margir vilja verið í þínu spórum núna, Heiðar. Já. Svo finn ég í þetta á eftir, sko. Já. Gulla mín, er þetta þú? Er þetta Gulla? Nei. Þetta er ekki Gulla. Nú verðum við að fara að fá aðeins svona hérna hint, sko. Nú verð ég að fara að nota útilokunar aðferðina. Já, og hvað viltu að við gerum? Það er ekki svo marga sem getur verið hérna. Það er útmarlega tvisverðstekk. Þessi til dæmis er frekar svona ljós. Þessi er frekar ljós? Já. Ljós yfirlitum. Elisabeth Traustadóttir, hún er í Ameríku einhvers staðar að stúta eitthvað. Já, það getur Ía Birgisdóttir er ljós. Guðmunda Hulda Jóhannesdóttir, hún er með meiri ballettræða hérna. Og byttu nú við. Heldur ég verði ekki bara að fá að hérna taka svolítið utanum? Jú, gerðu það. Fá eitt svona gott fálega. Jú, við skulum bara segja það. Þá held ég að þetta náist. Já. Ef að byrja þá hérna. Já, þá byrjar þarna bara á. Sjá hvort það svona er kunnulegt. Já. Ef að hún stendur upp hér. Og þú koma svona í fangið á mér aðeins bara svona stutt og svona huggulegar. Hún er svolítið komið í ferðabransan. Svona, verði í ferðabransan. Þetta er nú Kolbrún. Nei, hún má setjast, hún er dekkri. Hún er dekkri? Já. Ferðabransin og dekkri? Nei, hún er ljós þessi. Hún er ljós, já. Já. Verði í ferðabransan. Svolítið, síðasta sumar. Já, gefst upp á því. Linda Pétursdóttir. Já.
Og svo alveg ægilegt að vera með bundi fyrir augun þegar Linda Pétursdóttir í fanginu á mig. Svona þetta nú. Og þá kemur hér hérna. Er þetta haldarætti? Nei. Já. Það klippa ég alveg. Hittunum við þetta granna fína mitti. Þetta er tórum. Ómúlega fína og flott. Hittunum við. Nei, gefst upp hérna bara. Þetta þess að gefst á veg. Allir það ekki bara? Er hún hérna rauð þær? Er þetta rauð það sterta? Ekki það nú beint. Nei, er það svolítið dag? Já. Svona. Þetta er með steins. Já. Já. Þá var það næstu. Þá var það einu vikon. Og þá kemur aðeins. Það er aðeins að finna. Vittu nú við, já. Vittu nú við. Það er búin að láta klippa þig. Já. Er þetta Guðrún? Nei. Og þetta er Guðrún! Guðrún Ormar, Unnur Steins og Linda Péturs. Þetta var hún búa. Já, ég er hættur það. Uppbúna bliknum. Æ. Nú er ég að fokka. Leysi, og svo er það velunni. Svo er það velun, sko. Þú fenn ekki velun. Nei, takk. Þetta vel. Það er fyrstu velun. Og þakka þeim kærlega fyrir komuna. Stóðu sig eins og Takk fyrir komuna hetjur. og alveg þeir, sko. Fylgdu vel. Fylgdu vel fram. Já, það fylgdu vel. Það er í leik. Ómöðsefninar. Þetta var svolítið skrítið. Þetta gekk nú ekki alveg hreint, sko. Nei, en þú fórst nálægt og það hafði þetta að lokum. En snúum okkur örlítið að þér sjálfum. Þetta eru svona stúlkur sem að þú hefur kynnst og þú hefur haldið námskeið í Daðri. Já, það kemur inn í mín námskeið, sko. Daður, þetta er voðalegt vandamál. Af því að, sko, þetta er orð í okkar fallega máli, að þá er þetta orð í rauninni orðið að vissri orði villu. Í gamla daga þá var talað að vera kókett og svona kókettir í, með englendingarnir flörta. En ef einhver daðrar þá er það svona daður strós og svona vesen, þannig að það verður neikvægt. Og ég vil sem sagt breyta þessari hugmynd vegna þess að þegar við eldumst og svona, að þá verðum við náttúrulega að fá þessi viðbröð frá hinu kyninu og fólk þarf að leita þessum viðbröðum. Komdu með einhver dæmi einhvern sem daðrar. Siddi var að tala eitthvað áðan. Birtum þann reyndar ekki eitthvað sem gerast á Akureyri. Ef við megum nota, sko, hérna, það er nú bara svona dæmið það, sko, hvað skeður í landi eins og hérna, að sko, það er til dæmis að því að við klæðum okkur þetta mikið og er þetta lokuð, þá koma svo margir íslenskir eigimenn upp með það að eiga konur sem að eru svona alltaf afskaplega penar og hugulegar og ekkert að láta taka svona mikið eftir sér og segja svona takk fyrir sig og svona. Meðan að við megum horfa á eftir flegnustelpunum. Og það sem að náttúrulega við erum að vinna okkur þarna til óbóta er það að þessi kona sem við höldum svona niður og er alltaf hér, að hún segir alltaf þegar hún kemur heim að böllum og svona, veistu það, hemmi minn ég með hálfgerðan hausverk. Meðan að flegnastelpan sem að kemur heim og allir strákarnir búnir að fá að horfa á, hún fyrir náttúrulega heim með sínu manni, hún er ekki með hausverk. Svo gæti það skeið að þessar tvær lentur saman í orlofsferð norður á Húsavík, eru þar í viku, svo er eitt af þessum brjáluðu veðrum þegar það koma til Akureyrar til þess að koma í bæinn og það er ekkert annað að gera en að fá sér herbyggju og kea og það er náttúrulega fullt af businessköllum úr Reykjavík sem eru þarna veðut eftir líka og ætla náttúrulega ekkert einur upp á herbyggju, fjóri í þessu og svona. Og það er ekki hund út sigandi eins og stundum er þetta verið norðan ekki eins og nætt að fara í Sjalland þannig að það er lendan á bar og fyrst labba svo flegnin og hún segir náttúrulega í góðu stráka láti ekki svona haldi ég þurfa að vera veðut eftir svona fína viku til þess að halda fram já ég menna ég gerna bara gert það ég menna ég bara bjóði upp á drikk og hafa það huggulegt herbyggisnúmer ég menna kemur það eitthvað við þá heyrist ég er nú eiginlega á 314 og þetta er hættan við að það er ekki skilur en sem sagt það verður þetta svo spennandi að gera fólk á að tala opinskátt það hjón til dæmis já, endilega og opinskátt alla þessa hluti já.
maður á að fá að segja konu sinni þessi kona finnst mér voðalega sexy og hún var voða hissa því að konur hafa allt annað auga fyrir því skiluru og svo segir maður, þú veist að, og svo segir hún þessi gæi voðalega smart og voða sexy og en erum við svolítið bæld? Voðalega bæld á þessu sögum og þess vegna koma líka kjaftasögur. Þá koma kjaftasögur? Fólk þorður ekki að tala sjálf sig. En svona ekkert verið að tíma í það en litgreining, það nú eitt af þínu svona sérfag hjá þér og ég fann nú einmitt í þessi föt af því að þú sagði mér að fara í þau. Já, þú tilherir þessum vordúlluhóp. Vordúlluhóp? Það er ekki frekar því að hann var alltaf með svona starfgrip og svona og ekki hvítri skyrtu? Nei, ekki hvítu. Og svona bindi? Já, svona litríkt, fallegt gilt. Litríkt, en hvað ætti ég að forðast þá? Þú ert að forðast silfur og það grána, forðast grátt, alla þessa dauðu liti, litlausu. Hvar ert þú í litarhringnum? Ég er aftur akkurat hinum einu litarhringnum, ég er það sem kallast að vera sumar og þess vegna þarf ég að passa mig á því að fara aldrei í mjög sterkar liti og halda mér aftur í silfrinu og því sem er meira kalt en ekki sterkuhliðinni. Þú ert í þess að björtum heitum litum, ég aftur í dempuðum kaldum litum. Ég fólk farið að hugsa meira þetta en það gerði? Miklu meira og þetta er náttúrulega skipulagsatriði og svo er þetta líka margt voðalega skemmtilegt í þessu, það koma karaktereinkennin í þetta ýmislegt. En hvaða ráðleggingar hefur náttúrubarnið og heimsmaðurinn Heiðar Jónsson svona fyrir fólk til dæmis sem er búið að vera gift og kannski hugsaður ekki eins mikið kannski útlit og það geti gert eða fyrir ungt fólk sem að hvaða ráðleggingar gefur þessu fólki? Það er nú ýmislegt, það er sko fegurðin er svo afstæð, við erum öll falleg, við ákveðum sjálf hversu falleg við erum og þetta getum við gert í gegnum speilin, við getum gert þetta í gegnum þessa sjálfsýmynd að það fyrir búið mikil orka í það hjá fólki að vera óanægt með sjálfan sig og sem sagt að fá fólk til þess að finna síðan eigin fegurð og draga það fram. Ég geri það stundum með svona örstuttri sjálfslýsingu að fólk heldur að ég sé voða fallur, ég hef unnið við að sína föt og annað allir halda að ég sé voða sætur en ég er til dæmis með lítil og innstæða augu, flatan hnakka, skakkar tennur ef ég stæði upp þá myndi ekkert skil lappirnar á mér svo stuttar skiluru ég er bara ekkert komið fólki upp með að sjá þetta því ég hef engar áhyggjur af þessu. Heimsmaðurinn Heiðar eins og ég sá hann fyrir mér þegar ég sá þig þá gæti ég ímyndað mér að svona maður hann lifði í vellistingum, hann var í fínum fötum, alltaf tilhafður, hugsaði vel sig. Hvernig býr og hvernig lifir Heiðar Jónsson? Ég bý í Breiðholtinu í 70 fermetra íbúð og þar eru við 5 í fjölskyldunni og við erum með 3 ketti. Við hjónin hefum ekki haft hjónaherbergi, ekki síðan eftir að börnin eru 2. Hjónarúmið er niður á krossum, það hefur ekkert komst fyrir, þetta eru svona dýnur og tilfæringar en það er ekkert pláss til að fara í fílu. Það er miklu skemmtilegra nú, góldúkurinn er svolítið að gefa sig en helgarferðir fyrir mér eða franskar yfirinn er miklu spennandi heldur en eitthvað til að labba. Þú tekur ekki þátt í þessu lífsgæða kapplaupi? Engan veginn. Hvaðan kemur fegurðin? Fegurðin, hún kemur frá okkur sjálfum og úr náttúrunni, úr lífinu, úr manngildinu. Ertu sáttur við þig sjálfinn og þitt líf? Ég er það en eins og alltaf verið sagt, sko, maður getur alltaf lært og alltaf sé nokkur tíma nokkur full sáttur og ef maður væri full sáttur, já, hvað ætti maður það eftir? Halda áfram að læra Heiðar og halda áfram að kenna. Takk. Og að glæsilegt að fá þig hérna í kvöld. Takk. Mæli fyrir munn okkar allra sem hér erum í sjónvarpssal. Heiðar Jónsson, hafðu þakki fyrir. Takk.